Lára Björnsdóttir landvörður á Austfjörðum. Starfið felst meðal annars í því að taka á móti gestum og vernda landið og náttúruna. Því staðreyndin því miður sú að allt og margir ganga ekki landið af virðingu og því þarf einhver að hugsa það ef ekki á að fara illa. Landið okkar lifandi og margbreytilegt eins og við sjálf og starf landvarðar því í takti við það einnig mjög fjölþætt starf. Starfið hjá mér kannski fjölbreyttara en hjá þeim sem eru á fjöllum mikið, því að svæðið mitt það stórt, það alveg frá Teigarhorni og að Borgarfirði eystri og það felst meðal annars í því að ég hef mikla viðveru í Helgustaðanámu sem á rauðum lista vegna þess að þar tekið mikið af silfurbergi. Ekki kannski orðið mikið eftir, við erum kannski alltaf svolítið langt á eftir en þetta þriðja sumarið mitt sem landvörður. Og mín tilfinning svo að þar þurfi meiri viðveru og meiri landvörslu. Ég hef alltaf verið ráðin í skammtíma, bara nokkra mánuði í einu, en það verður vonandi núna að heilsárstöðu. Ég tek mikið á móti ferðamönnum og fræði þá svæðin sem ég á, til dæmis ég hef mesta viðveru þarna í Helgustaðanámu og í Hólmanesi, hérna í Reyðarfirði. Og einnig í fólkvanginum í Neskaupstað. Svo tek ég rúmt svona á hinn svæðin, tek það út og athuga hvort það sé ekki allt í góðu. Hvort það þurfi að gera göngustíga eða eitthvað þannig. Hefurðu orðið var við það að það sé ákveðin vakning fyrir þessu nauðsyn þess að vera með landvörslu? Já, heldur betur. Fyrsta árið þá voru heimamenn svolítið svona skeptískir á það, til hvers þurfi landvörslu hér og eitthvað svoleiðis og fannst þetta dálítið skrítið. Og annað árið þá voru þeir farin að spyrja hvort ég ekki aftur og svo núna þriðja árið þá voru kröfurnar orðnar þannig að hér þyrfti heilsárs landvörslu sem ég algjörlega sammála. Ég tek á móti sjálfboðaliða hópum líka og við erum að vinna í göngustígum, við erum að stíga gönguleiðir og þess háttar. Þannig að og það mikil vinna framundan hérna á þessu svæði. Það þarf að fara yfir gönguleiðir og stíga þær upp á nýtt, stígur þær detta og það þarf að viðhalda þessu öllu saman og öllum göngustígum. Hérna erum við stödd með sómastaði í baksýn og það engin tilviljun því að þitt starf, það felst í því að vinna náið með Minjastofnun. Já, það alveg nýtt. Hér vantaði starfsmann til þess að taka á móti fólki og segja þeim frá sómastöðum og þrífa salerni og slíkt, það líka herur undir mig. Og mér fannst þetta tilvalið að vera í þessu samstarfi vegna þess að mig vantaði aðstöðu og þetta bara gengur allt saman. En þetta ekki þannig að þú getur unnið í bara þessu, þannig að þú þarft að treysta á önnur verkefni með þessu líka? Já, ég svo heppin að ég rek líka 2 fyrirtæki, held utan þau og fjölskylda mín og þegar landvörslunni lýkur áramót að þá get ég sökt mér í þau verkefni. Já, Lára sannarlega með mörg járn í eldinum, en þótt járnin séu mismunandi, þá tekst Láru að bræða þau skemmtilega saman til þess að skapa sér atvinnu allan ársins hring. Ég held utan 5 tjaldsvæði í Fjarðabyggð, en sjálf með tjaldsvæði á Reyðarfirði. Þar mæti ég semst á morgnana fyrir vinnu og aftur á kvöldin eftir vinnu við fjölskyldan. En ég hef nú verið dugleg að fá mér afleysingu í sumar. Það verður nóg að gera. Svo auk þess erum við fjölskyldan, við rekum, ég og maðurinn minn, köfunar þjónustu. K-Tech Marine heitir fyrirtækið sem við erum 50% eigendur að á móti köfunar þjónustunni í Reykjavík. Og sagan á bak við það í raun og veru, við leigðum skoskum köfurum húsnæði sem voru að vinna hér og þeir unnu hjá fyrirtæki úr Reykjavík og þeir spurðu okkur hvort við værum tilbúin til þess að stofna með þeim fyrirtæki. Og við í rauninni sáum bara þarna tækifæri til þess að halda bæði atvinnu og fjármagni á svæðinu. Hvert einasta stöðugildi skiptir máli á svona litlu stöðum eins og hér. Við bara skelltum okkur í þetta og gerðum samning fyrst við Laxa IHF sem eru hérna í Eskifirði og núna nýverið gerðum við samninga við Fiskeldi Austfjarða. Þeir fara á sirka mánaðar fresti, kafarnir okkar, kafa niður og
kíkja yfir netin, þrífa þau, gera við ef að koma göt. Auk þess erum við með önnur verkefni eins og að kafa niður í skrúfur á skipum eða eitthvað slíkt. Það kemur alltaf upp á öðru hvoru. Hvað varst þú búin að kafa oft þegar þú tekur ákvörðun að starta þessu köfunarfyrirtæki? Ég hef aldrei kafað og ég sé ekki fram á að gera það. Mér finnst þetta mjög hugrakir þessum en þetta ekki eitthvað fyrir mig. Ég hafði ekki hundsvit á köfun, ekki hundsvit að því. En maður aflar sér bara upplýsinga. Ég sé að panta öll tækjatól utan og ég sé samskipti eins og við samgöngustofu og slíkt og sé launin fyrir kafarana og alla reikninga og þess áttar. Og maður minn sér líka til þess að ég skammi þá ef þess þarf. En hann verkefnastjóri og sér að afla verkefna og þess áttar. En við höfðum hvorugt okkar hundsvit og köfun. En það allt hægt. Nú þessi blanda störfum landvarslan og þessi köfunarþjónusta, þetta er óhefbundið, held ég að sé alveg óhætt að segja. Hvernig líður þér í vinnunni í þessum störfum? Ótrúlega vel. Sem landvörður þá er ég mikið úti við og það er eitthvað, ég þannig gerð að mér finnst voða gott að vera ein eitthvað staðar á gangi en mér finnst líka gaman að vera í kringu fólk og þú veist þetta bara henta mér mjög vel. Ég er líka svona stjórnandi í eðli mínu og hef unnið lengi við slíkt. Ég var verslunarstjóri lengi vel hjá Ólís, svo að mér finnst gott að hafa stjórnina á því sem ég er að gera. Var þetta einhver tíma markmið? Var þetta einhver tíma eitthvað sem þú sást fyrir þér að þú myndir enda í þessum störfum? Aldrei nokkuð tíma, aldrei.